Ég er búin að verða vör við svo margar auglýsingar hérna frá Vogi á Fellsströnd í Dalabyggð og mér langar að hitta maðurinn á bak við það allt saman hann Guðmundur og hann hvergi að baki dottinn, hann ætlar að halda tónleika og alls konar matarboð, ég veit ekki hvað, hér á gamla sveitabænum sem hann búin að gera upp. Tökum Guðmund tali. Þetta var ekki alltaf ferðaþjónustu bær. Nei, þetta byggt upp af Pétri Guðjónsssyni sem hér var bóndi. Hann bjó áður hér á næsta bæ sem heiti Grund og svo byggði hann þetta upp hérna, þessa jörð. Hún var, hún þekkt fyrir það að hér var hérna, Bjarni frá Vogi var hérna. Veitum við, Bjarni frá Vogi? Manstu ekki eftir vindlunum, Bjarni frá Vogi. Nei. Þú ert svo ung. Ég hef ekki reykt vindla. Nei, ég ekki heldur. Nei. Nei, hann var þingmaður og þótti mjög merkur maður og hérna skólar og hann flutti inn sína eigin vindla til landsins og það hét Bjarni frá Vogi. Frá því að hann var hérna raunverulega, það frá þeim tíma, þá þótti þetta afskaplega mikið kot því þetta var mýrlendi hérna frá og þá var bara túnbleiðilt fyrir neðan veg niður sjó og hér upp frá þótti bara versta búsræði sko. Pétur aftur á móti, hann tekur sér til kallinn og gerir þetta að jörð. Hann grefur skurði, ræktar, það eru 45 hektarar af túnum hérna og hann gerir það allt og hann byggir upp þessi hús hérna. Þetta var hlaðar hans sem að búið að breyti þetta og setja milliloft og herbyggja öðru hæðinni og hann byggði líka íbúðarhús, hann byggði fjós og kálfahús. Hann selur sem sagt öðrum ættingja sínum og hérna ég kaupa á honum. Já, hvenær það? Það 83 minni með það, 2003 segi. 2003 sem þú kaupir? Já, eitthvað svoleiðis. Og hvernig, þú segir, þetta var ekki svona þá, hvernig var þetta þá? Nei, sko, þá var þetta náttúrulega bara hlaða og þetta var ekkert keypt með þetta í huga, sko. Heldur var hugmyndin bara að vera hérna, veist, í gúmítútum og svona, njótaði sín bara að vera upp í sveit. Já, þannig að þið langaði bara upp í sveit og keyptir þetta, engin tenging eða neitt svoleiðis? Ég reyndar ekki hér en yfir á Skarðströnd. Ég ræktaði frá Fagradal. Þú kemur hérna upp í sveit og hvað, kviknar svo bara hugmynd að skella sér í ferðaþjónustu? Já. Bara ákvaðum að, við vorum að horfa á þessi hús bara með engan tilgang og bara grotnandi niður. Þetta eru mikla byggingar, þetta eru 1300 fermetra hérna. Og þannig að við ákvaðum bara að fara í þetta. Það var snar galið. En hérna, þetta við ákvaðum að þetta, 2012 að gera þetta. Og það var fyrirbært ásins sem ákvaðum að fara í þetta. Og svo var vaðið í eftir Vesturmenn-helgina 2012 og það var að vera smá svona kraftur í því vegna þess að við vorum búin að fullbóka húsið sko áramót. Og það sást í ylvíarnar á sko síðustu iðnaðarmörunum hérna bara sko daginn sem að kúnarnir áttu að vera að koma. Og svo til þess að gera það enn skemmtilegra að þetta var fyrsti gestur okkar og það var Þjóðverjar, þýskur hópur sem ætlaði að vera hérna áramótin. Nema hvað hérna, þá gerði hérna allt snældu vitlaust veður og versta veður sem hér í manna minnum og hérna það brotnuði 30 rafmagnsstaura hérna á svæðinu. Nei. Þannig að við með kynninguna, ég með rafmagni, þannig að þetta var ekki voðalega ideal sko. Fannst þér þetta góð hugmynd þá? Á þessum tímapunkti varstu það bara ekki, þetta var hérna? Það þýðir ekki þetta stressa sig á sig, það var bara þannig að við fengum hérna Hótel Stykkishólm til þess að opna fyrir okkur, það var lokað þar. Já. Tókuð á fyrstu nóttina og svo komuð og voru hér í 3 daga í stað fyrir 4. Já. En þetta var opnunni, sko. Þetta var, sko, þessa mánuði náttúrulega, þetta var svo gríðarlega vinna. Þetta var stærsti vinnustaður í Dalabyggð. Já. Þetta í hálft ár. En það gaman að því að sko, þessi sama ferðaskrifstofa, að hún búin að vera hjá okkur alveg síðan þá, 2012. Öll áramót. Alltaf hérna 4 daga hópar áramót. Og svo aðrir sko í febrúar og mars. Hvað fólk að sækja áramótin? Þetta útivistafólk. Það kemur hingað þetta, sko, það ekki að fara á rútu sko í fossaskoðun og svoleiðis. Það kemur hingað á labbar. Og bara svæðið hér? Já, bara upp á fjall og niður á strönd og út í Dagverarnes sem afskaplega fallegt og gaman að fara. Það bara gengið vel, sko. Við byrjum á því strax að hérna taka inn svona tónleika hérna. Við höfum verið með marga þekkta aðila hérna. Eins og í sumar þá vorum við með hérna
Ífu og Má og við vorum með Góss. Það verið vola gaman að því að þetta lífgar upp á og fyrir sveitin þetta vola gaman að hafa eitthvað öðruvísi út frá daglega lífinu. Þannig að þetta svona kombinasjón, sko, eins og til dæmis villibráðin hjá okkur, það svona helmingur heimamenn og helmingur annar staðar frá. Já. En eins og villibráðin, sumir láta sig kannski nægja að vera með einn landsinskokk, en þið finnst það ekki alveg? Nei, mér finnst það ekki alveg nóg, sko. Nei. Það verður að hafa smá metnað í þessu. Já, að borga sig að hafa alveg 3, það ekkert. Já, það þannig. Þeir sjá líka jólalaborinn okkar. Já, þessi sömu aðilar. Þegar þú kaupir hérna, eitthvað í ferlinu, þú veist, við reksturinn eða eitthvað sem kom þér óvart? Varstu búin að vera eitthvað í rekstri áður? Já, ég var hérna, skal ég segja, fyrst var ég náttúrulega í skiparekstri, ég var hjá Eimskip, opnaði skrifstofuna þeirra í Rotterdam og rak hana í fyrsta árin. Og svo eftir ég hætti þar, þá stofnaði ég Hótel Hengil á Nesjavöllum, þar sem núna er Íon Hótel. Og rak það fyrsta árin. Og svo fór ég hingað. Já, þannig að þú vissir nákvæmlega hvað þú varst að gera. Nei, ekki neitt. Nei, ok.